Góðan daginn og velkomin í þátt númer 69 hér á YouTube-brásunni minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Í dag er 25. júní, þriðjudags morgun og ég ákvað að henda í eitt stykki. Hann verður svona pínu skrítin af því að ég er með klár, verk í vinnslu og hvað dætt í pókan og töskurnar og allt þetta hefðbundna. En mér finnst ég eiginlega ekki vera með nein verk í vinnslu. Ég er búin að vera bara að einbeita mér að því að klára einn og einn hlut og þannig að það er þið sjáuð ekkert þanniglega nýtt. Gætir alveg verið nýtt fyrir suma því það er svo langt síðan fitjaði upp á því og ég ætla að fara eins yfir bara það sem er í pókanum hjá mér akkurat núna og ég er með bókina niðri svona punkta svo ég gleymi ekki öllu og sé ekki eins mikið út víðan völl, þannig að það svona kikki ég stundum hérna niður, en ég held svo sem að það sé ekkit eftir neinu að bíða. Nú, ég talaði það á Instagram allavega að það væri að hellast yfir mér uppfytunaræði, en það varð ekkit úr því. Það bara pókarnir færðust úr þessu herbergi og inn í stofu að stólnum mínum og þeir eru þar brenn, bíða þess spenntir að fá að komast á prjónan, en það er svona þegar þau voru komnir þangað til mín að þá einhvern veginn róaðist ég, þannig að ég gæti haldið áfram að djöflast í gömlum verkefnum, þannig að það er bara fínt að hreinsa þess af prjónunum, af því ég veit að ég næ aldrei að vera á núlli, það er bara þannig, það er alltaf einhver svona langtíma verkefni og það er ekki gefið að þau klárist öll á sama tíma með hinnu, en hver veit. En þannig að ég ætla að byrja bara á klárunum eins og venjulega og ég sit í fyrsta klárinu, en það er The Throwback eftir Andreu Mári. Mér er búið langt til þess að gera þessa peysu fyrir margra hluta sakir síðan að hún kom út, en svona vera vesenast við að finna garnið í hana. Síðan sá ég inn á garnbíti síðunin á Facebook að þar var ein kona hérna á Akranesi að losa sig við slatta af garni og ég stökk á það. Þetta er frá Aslan Trends og heitir Del Kerro og er 100% merinóll, 115 metrar í 50 grömmunum, þannig að þetta er svona DK grófleiki og þetta er sérst miðinn af því. Ég talaði þetta líka þegar ég var að byrja á þessari peysu og ég vissi það að ég væri ekki með nóga aðalitnum til þess að það yrði nóg í stroffin, þannig að ég þurfti aðeins að vesenast. Byrja geispið, hún er bara, hvað er klukkan? Ég veit það ekki, ég sé að hún er korter í 6 inn hjá mér, en ég held að það sé einhver bjöfitans vitleysa, ég held að sé frekar korter í 7, en já, ég þurfti að breyta prjónastærð. Ég prjónaði þetta stroffinn á 5 mm og restin á 5,5 af því þetta er allt annað grófleiki í garninu en gefinur upp í uppskriftina, þannig að ég þurfti að fara upp prjónastærð og niður fatstærð. Ég gerði stærð 3, hefði undir venjulegum kringumstæðum verið að gera svona 4 til 5, en þar sem ég fenn minnkandi að þá kannski fer bara 3 að fara að vera, eða medium að vera svona standard stærð, sem er ekki verið að minna garn og fljótara að klárast. Og það eiga að vera 3 aukalitir, en ég var með svolítið fleiri, einfaldlega bara því það var fullt af litlum hnyklum sem var búið að vinda upp og ég ákvað bara að nota þá líka. Nú, hún er óhneppt, það er ekki gert ráð fyrir að maður sé með nappagöt eða svoleiðis, en kannski setur maður eitthvað smellur eða eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er að koma í ljós.
En þetta er hún og það sem að mér fannst svo spennandi við hana var það að hún prjónuð fram og tilbaka. Auðvitað hefði ég alveg geta gert aukaleikjur og saumað upp á milli og allt það. En af því að með takmarkagatt þá mátti ég ekki tapa þessu græna í neitt auka. Þannig að ég varð bara að gera þetta fram og tilbaka og af því ég er nýbúin að læra að prjóna brugnu umferðina í rauninni slétt. Ég sný ekkert við flíkinni til þess að fara að prjóna brauðið heldur held ég áfram sléttri fyrir fram að mig og nota bara aðra aðferð til þess að gera það. Og ég reyndi það líka þar sem var bara 2 litir í gangi og það gekk svona allt í lagi, það er bara æfing. En það var alveg vonlaust þegar ég kom með 3. Ég er ekki orðin nógu góð í 2 lita. Já, hún er 7. Vekjaraklukkan var að hringja, afsakið, ég hrist ykkur. Að það var alveg nógu mikið vesen að vera með 2 liti, hvað þá 3. En ég sem sagt, hér á bara að vera 1 litur en ég er með hvítan, ljósbláan og bleikan. Þannig að ég var svona aðeins að fara að breytti því og svo eins og ég sjáu þá er ég með gulan hérna og ég notaði hann sem í þetta allt og ég bætti þessu líka við þessum strípum bara til þess að fá lengdina sem ég vildi fá á ermarnar og peysuna og ég bara er mjög ánægð með hana og gatnið er svo mjúkt. Það er náttúrulega örugglega eftir að hnökra eins og landafjandi en til þess er svona sköfur og glínirar til þess að leysa það. Það þýðir ekkert að pirra sig á því. Sumt gatn er bara þannig og maður verður bara að díla við það. Þú veist, það væri minna vandamála ef ég hefði haft nóg af þessu græna og hefði getað prjóna flíkina þéttar þannig að mér er nóg þræðinir svo stuttir að ef að laust prjóna þá er svo auðvelt með að koma sér út úr gatninu og verða kúlum. Það er sérst lengdin á þræðinum í gatninu sem að ræður því hversu mikið hún hnökrar og líka hversu þétt og prjónar eða gerir efnið. Þannig að svo er þetta frekar ljótt hérna að innan af því að ég var að gera sérst munsturprjónu í fyrsta skipt fram og tilbaka og kantlykkjan var ekkert voða falleg neitt hjá mér. Þannig ég er að hugsa að setja ég á svona band til þess að setja hérna innan á og fela þetta sár. Maður ekki alltaf að sýna þetta er bara ekkert fallegt að þetta er allt í endum. En þannig ég er að spá í að handsauma hérna inn í þennan þráð og það líka tryggir það að munstrið standist á. Það var nefnilega svolítið maus að búa til þennan lista út af kantinum hjá mér og af því að þetta er ekki gatt sem að flækja sér saman eins og ullin. Þannig ég byrjaði að gera hérna I-cord band sikkur með við og tók svo upp lykkjurnar fyrir þessu hérna böndunum framan á til þess að það liti fallega út á réttunni. Þannig ég fór algjörlega eftir uppskriftinni en ég þurfti samt að fikta helling í henni. Þannig að er svona, já, ég segi svona, mér fannst ég fara rosalega vel eftir henni en ég þurfti samt að breyta henni svolítið. Ég breyti ekkert sniðinu eða munstrinu en eitt, ég bara fikta aðalega í litunum og þurfti að græja hérna I-cordið. Þannig að, og hún er mjög fljót prjóna því að þetta er á svo grófum prjónum og bara allar aðferðir sem eru nýjar og maður er spenntur að æfa sig í það náttúrulega hérna ýtir á að maður klári hlutina. Svo er ég með annað klár sem heitir Spring Cleaning Shawl sem að yndislegar manneskjur gáfu mér uppskriftina af og það er eftir Stephen West og þetta er svona tilvalið afgangaprjón, spring cleaning, þá er maður svona að þrífa gamla hnykla út úr skápnum hjá sér, ekki betra að hafa þetta á láta snúa rétt, Helga mín. Elda.
Og sko í uppskriftinni þá hver og einn reitur alveg bara með sinn staka lit, en af því ég var að nýta afganga og vissi það myndi ekki duga í hvern reit fyrir sig, þá þurfti ég að leika mig svolítið að því að blanda. Og ég með þessi bláu tónar og brúni liturinn, það allt frá frú Valborg, og þetta afgangar úr sýnishorni sem ég prjónaði fyrir Stephen West á Exploration Station. Og ef að þið hafi kostað því að komast í frú Valborg garnið, þá bara 110% meðmæli. Óbúslega gaman að prjóna úr því og fallegi litirnir og bara, þú veist, það svo mjúkt. Þetta geggjað í svona garðaprjón líka. Þetta rosalega falleg áferð á því. Ég semst með frá frú Valborg og ég með afgang úr garni sem ég keypti á handverkshátíðinni í fyrra frá systraböndum, grái liturinn, og hann með bara hvítu móheri frá Sandnes sem ég vildi klára. Þessi guli reitur handlitagarn eftir mig og þarna hélt ég í tvöfalt, þetta var svona light fingering og aftur systrabönd og frú Valborg og móher og frú Valborg og móher. Þannig ég var með garni bæði einfalt og tvöfalt. Svo ég með frú Valborgu og gráa fallega dröfn frá Vatnsnes, frá Kristínu Vatnsnes, sem ég notaði í Petit Knit peysuna sem allir og amma þeirra hafa gert, og það bara datt alveg út hjá mér hvað hún heitir. Og sem sagt einhvers staðar þegar hér klárast móherið og þá bara prjónaði ég með, og líka þetta myndugræna garni, og þá bara notaði ég dröfnina til að klára. Og ækortið garn sem að ég byrjaði á að nota í sem bara búið að vera í nokkrum verkefnum. Þetta svona eilíðar, einn af þessum eilíðar hespum. Þannig ég ætla að gera annað svona. Ég búin að taka til garni í það. Ég get nú sýnt ykkur það á eftir, það einn í poka hjá mér. Það ég ætla að nota úr dagatalinu frá Vatnsnes, jóladagatalinu í fyrra. Og nota það í þetta. Af því það svona litlar hespur og hægt að leika sér með það og svoleiðis. Þannig að það rosalega langt og já, bara stórt. Ég strekkti það ekkert, ég bara lagði það í bleyti, setti það í vindingu og til þess að það orðið þurrt og þá hendi ég ofan á hlýjan ofn yfir nóttina bara á þess að gera neitt. Ég hristi bara úr því þegar það kom úr þeytivindunni og lagði það svo, og meðan áður en ég kafna og meðan ég ennþá með sjali, þá langaði maður að sýna ykkur það sem mikið verið að tala í erlendum vídeóbloggum, að það eru alls konar svona græjur til þess að halda sjalinu föstu á þér, og stundum þau svona pínu stutt hjá manni, þannig að ef maður er út í vindi eins og á Íslandi, að þá maður endalaust að halda í og laga. Og ég fór að skoða með að panta með svona, og hugsa, nei, ég hlýt að eiga ykkur bara svona leðurárbönd sem að ég nota ekkert mikið eða nota og get brúkað í sama tilgangi. Þannig að ég fann eitt sem ég nota reyndar svolítið lítið, af því að það bara pirrar úlliðin á mér, og með rosalega fallegt úr roði. Mér alltaf langar til þess að gagnist eitthvað, og þannig að hugsunin sú að til þess að festa sjalið, þannig að það sé ekki að losna og þú sérst ekki að draga eitthvað eftir þér og svona, að þá það bara bundið utanum stóra hlutan og svo einhvern endan. Það þarf náttúrulega alls ekki á þessu sjali að gera þetta, en
veitu hvað nú endin? En hérna bara svona til þess að sýna ykkur. Að því að maður setur hnút á svona frekar þykkt sjal eins og þetta undir og þá er það orðið svo fyrirferða mikið. Og mér finnst þetta rosalega þægilegt þegar ég er úti að labba með kerru eða eitthvað og maður er með hendurnar fullar að þá, þú veist, að vera öruggur að þetta sé ekki fara neitt. Þannig að þetta er hérna. Getur líka að nota þetta arband. Þannig að mér datt í huga að segja ykkur frá þessu. Mér finnst þetta, maður stundum alveg, já, sérstaklega svona sjöl sem er á mörkunum að hanga á manni. Það er æðislegt að geta festu bara svona. En ég mæli svo innilega með þessu sjali. Þetta er rosalega einfalt og fyrir mig var það náttúrulega það er einfalt þannig að maður gæti alveg fengið leið en reitirnir eru ekki það stórir að það gerist og eins og ég náttúrulega kem enn frekar í veg fyrir eitthvað leiða með því að vera að blanda inn alls konar litum inn í hvern reit fyrir sig. Þetta verður alveg sjúklega hlýtt og kósí með móherinu líka og sumstaðar tvöfalt og já, og bara ansi drjúgur slatti af afgöngum sem að eru farnir á hillinu og orðnir af einhverju fallegu. Þannig að þetta var klár númer 2, mjög ánægð með það. Já, reyndar ég sá það, ég var að kíkja inn á rafvæli síðuna mína, ég átti að setja upp síðu fyrir hana. Ég er ekkert rosa nákvæm þar inni lengur með, sérstaklega ekki í svona afgangaprjóni. Ég er ekki að vigta eitthvað sérstaklega, ég set kannski heild af þyngdina og tel upp í minnisblaðinu sem að fylgir hverju verkefni fyrir sig, frá hverjum gatnið ef ég man það og svona. En mér finnst rosa gott að setja inn prjónastærðina og eitthvað svo leis. Og bara svona grunn upplýsingar en ekkert mikið meira en það. Ófærðar bollin úr Leirbakaríinu hérna á Akranesi. Elska þessa búð. Nú síðan er ég loksins búið með fyrsta sokkaparið af gatninu sem ég fekk í konundagsgjöf í staðinn fyrir blómund frá Mondim úr litlu prjónabúðinni. Ég fekk mér sem sagt 4 dokkur sem sagt já, fyrir sikkura típuna af parinu. Sem sagt 2 svona hellitaða og 2 svona marglitaðar. Og ég er loksins búin með, þetta er allt, sko, það eru 2 pör, bara svona allt í einu til hjá mér. Og stærðarmunurinn útskýrst af því að þetta eru sokkarnir á manni minn og þetta eru mínir. Þannig að það er smá stærðarmunur á þeim. Hans leggur er lengri, hællinn er dýpri og þetta er lengra. Þannig að og ég ætla að reyna að setja inn á Instagram svona pínlítið ferlið. Ég hefur spurði rosalega mikið út í það, fengi sendar fyrirspurnir um hvernig ég framkvæmi þetta. En ef ég fer svona í fljótu bragði þessi stoppnálir ég hef gleymt að ganga frá endanum En þetta byrjar bara svona sem 2 túpur. Ég byrja á því að gera tærnar á sokkana hjá kallinum. Byrja þar á báðu megin sem sagt, af því ég var að gera 2 í 1 á prjónunum. Prjónaði svo bara svona heljar langa túpu og enda á stroffi og felldi það bara af. Síðan tók ég mína sokka fyrir fyrst og taldi mínar 120 umferðir sem ég vil hafa af aðallitnum í mínum sokkum. Setti þar
merki í á báðum túbunum og þræddi prjóna sikkurum megin við merkið ofan og neðan og rakti svo miðju umferðina upp sem var á milli prjónana og þá ég komið með tvær lengjur, tók þá bara mitt par sem sagt og setti, var með það hvort tveggja á, prjónaði stroffið á þeim báðum, felldi það af. Síðan ger ég hælinn alveg eins og ég sé að kljúfa sokkin alveg í tvennt, nema ég ger það bara öðrum megin, bara þeim megin sem hællinn á að koma. Þá þræði ég prjónin hérna í set merki, af því ég tel alltaf 60 umferðir frá því að ég klára tána, 60 umferðir, ég gerði reyndar held ég 56 í þessu tilfella, því að svona eftir á ísettur hæll hjá mér verður alltaf dýpri heldur en svona styttur umferðarhæll sem ég gerir jafn óðum. En ég set semst prjónamerki og svo set ég prjón hérna undir það og prjón yfir það og klippi svo á bandi henni miðinu og rek upp í sikkura áttina svo ég hafi smá þráð til þess að ganga frá á eftir og síðan byrja ég bara að prjóna í hring og hællinn bara gerður nákvæmlega eins og ég gerir tána fyrir mig. Byrja á 4 umferðum, fækka svo eina lykkju hér, eina hér og eina hér, prjónaði svo 3 umferðir og fækkaði aftur og svo aftur 3 og fækkaði aftur og svo voru 2 umferðir á milli og svo einu sinni 2 sinni með eitthvað og svo var í hverju umferð þangað til að voru 10 lykkjur eftir og þá bara lykkja ég þær saman og úr því vera sokkur. Þetta ekkert endilega eitthvað betri aðferð en hver önnur en af því að ég að prjóna yfirleitt alltaf svona vanalega sokka bara í bílnum og innan aðra og svona þá þetta ótrúlega þægilega aðferð bara til þess að þurfa ekki að vera pæli í hæl. Þannig að þessir voru gerði þannig að ég ætla að reyna að setja einn smá sögu á Instagramið mitt og ef þið skildi ekki hvað ég var að þusa hérna rétt í þessu að þá getið þið bara sendt mér skilaboð annarkvort hérna fyrir neðan myndbandið, þetta myndband eða bara í gegnum like-síðuna mína á Facebook verkefnum Töskur Helgu og ég reyni mitt besta í að útskýra þetta þar eða benda ykkur á bara YouTube myndbönd. Ég man ekki hvar ég sá þetta fyrsta sinn en ég veit að það til svona í þessum dúr hjá konunni Ravelli sem kallar sig Shona Stitches og hún með uppskrift þar sem hún gerir svona túpur og sýnir alveg útreikningana sína á því hvar hún ákveður hvar hællinn á að vera og allt það. Þannig að þetta svona hjá mér eins og með mataruppskriftir, ég hef uppskriftina af svona til hliðsjónar en fer kannski ekki 100% eftir. Ég gerir svona svolítið bara mitt líka. Þannig að við hjóninni möttum að fara í myndatöku með sokkaparið. Það alveg tilvalið að við tökum smá hjóna sokka myndatöku þar sem að við erum núna á þriðjudaginn næstu viku búin að vera gift í aldarfjórðung fyrir 25 ár og ég bara 27. Ég bara skildi ekki. En nei, hann alltaf bara er æðislegt og bara ótrúlega þakklátt og lánsum með minn mann. Og ég segi alltaf það var dóttir hans kynnt okkur, dætur okkar voru saman í deild í leikskólanum og í 98% tilfelli það henni að þakka að við kynntumst, svo það henni að kenna í þessum 2%. En nei, það bara falleg saga á bakvið það allt saman og gaman og við ætlum að hittast öll nema mín dóttir sem að verður að vinna því miður en við hinn ætlum að hittast og fagna þessu saman á þriðjudaginn þegar
þegar sá dagur rennur upp. Já, þannig og þetta gat mig geðveikt. Það sko, ég á náttúrulega að prófa að setja á fótinn á mér en það svona pínu gróft eða svona rustic feelingur að prjóna úr því, svona pínu tekur aðeins í. Svo hendi ég bara í bleiti og skellti ég svo í þeytivindu með öðru verkefni og það æðislegt bara þegar það kemur úr vélinni og það náttúrulega engin styrking í því þannig að engin svona gerfi þráður eins og nælon eins og yfirleitt í sokkagatni. Þannig ef það eitthvað sem að fólk að forðast að vera með gerfiefni í en langar í svona fínt sokkaband að þá þetta alveg kjörið. Það það sterkt í þessu að þetta ávist alveg að þola hnoð á fæti. Ég laka bara til að sjá hvernig það mun reynast. Eina sem ég sé við þessa sokka sem ég að prjóna í bílnum að prjónafestan getur verið ansi ólík á milli ferða. Það greinilega fer svolítið eftir hvað maður stressaður í bílnum. En það enginn að fara að leggjast yfir lappirnar á mér og benda mér á það. Eða ég veit ekki, það getur vel verið að núna ráðist þið allar á mig næst að sjá mig í þessu sokkapari og heimti að fá að skoða þetta nánar. En þannig að þetta eru sem sagt öll klárin mín. Og ég var að hugsa í gærkvöldi þegar ég var að ganga frá endunum í Sjálfnál bara, ég get ekki sýnt þeim neitt meira, ég ekki búin að vera að vinna í neinu öðru en þessu sem ég hef verið að klára og fyrir utan alltaf, ég var líka í í gærmorgun var ég að klára leyniverkefnið sem ég að gera fyrir Stephen og og það tók alveg drjúgan tíma líka og þannig að það, en ég get ekki sýnt ykkur að sett frá því strax en vonandi fljótlega og þannig að faktist voru þetta 5 stykki sem ég kláraði þá síðast. En mér datt það í hug af því að ég ætla núna eftir, nú þegar ég er búin að setja þennan þátt í loftið þá sjáu þið mig líklega ekki hér fyrir eftir verslunarmannahelgina til að fara í sumarfrí. Ég nefnilega nú Hilmir minn hættur að koma í pössun til mín. Nú ég bara orðin amma aftur og hann kemur bara í svona heimsótt til ömmu og svona að þegar það gerðist að þá upplifði ég allt í henni að ég væri komin í frí og maður minn að byrja í fríi í fyrramáli en byrja reyndar á því að fara í veiðutúr og svo kemur hann heim til þess að fagna brúðkaupsafmælinu okkar og fer svo til útlanda þannig að ég verð bara og ég svona allt í henni að upplifa eitthvað sem ég hef ekki upplifað síðan að ég veiktist 2007 að ég í allt í henni hausinn á mér langar honum í einhvern veginn í frí. Svona ég get aldrei farið í frí frá sjúkdómnum eða þannig en ég upplifaði svo sterkt á síðasta deginum okkar að ég væri að fara í sumarfrí og ég hugsa já kannski ég fer bara almennt í frí. Þannig að ég ætla bara að fara frá ykkur í nokkra vikur. En það eru líka þá bara rosa gaman þegar við hittumst. Þá eru ábygglega vonandi haugur að klárum og gattgangan framundan og bara margt spennandi að fara að gerast. Þannig að mér datt í hug að við færum yfir það sem er í pókunum hjá mér. Taki stöðun á því að ég veit bara eiginlega ekki endilega hvar ég er stödd í hverju fyrir sig. Það eru 2 pókar hérna hjá mér sem eru verkefni sem ég er ekki byrjuð á en ætla að fara annar þeirra hérna inn að því ég þarf að fara að vinda upp hestbundnar í það. Það eru hestbundnar sem ég að fara í Spring Cleaning Sale nr. 2 og það verður póki sem að verður vippað inn í tjaldvagnin okkar og verður þar. Nú allir peysupókarnir sem ég var búin að tína allt gatni í, þeir eru allir inn í stofu og það ég ætla ekki að fara yfir það allt sem hann líka, það og eitt sjálf.
þar. Það eru einhverjir 6-7 pókar þar líka. En það verður þá bara svona skemmtilegt ef að ég fer í eitthvað að því í þessu fríi. En þá bara, hér eru reyndar bílasokkaprjóni. Þeir, já, komum svona langt. Þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt þegar maður leggur frá sér og kemur svo aftur að því. Svo er nefnilega loksins búin að fá allt sem ég þarf til þess að koma prjónavélunum mínum í stand, þannig að ég er orðin svolítið spennt að fara að græja það nafna mín. Nú farðu kannski að fara að fá bögg fyrir spurnir. Nafna mín veit alveg hvað ég er að tala um. Og þetta er einmitt garn sem ég frekk í aðvendudagatalinu frá henni. Peytons Croix Socks, geggjað garn. Mæli með ef þið komist í það. Ótrúlega mjúkt og gaman að prjóna úr því og svona rendur. Það er alltaf bara, prjóna næstu rönd, prjóna næstu rönd. Ég voru að færa bara prjónamerkið svo að ég sjái framvinduna næst þegar ég tek það upp. Þannig ég mun prjóna í þessum á heimleiðinu úr Reykjavík á eftir. Ég ætla að skjótast aðeins suður á eftir og kíkja á kæra vinkonu og dóttur mína og kærustu hennar. Sækja manna minn í vinnuna og koma honum í sumarfrí. Þannig að þá fer þessi, ég ætla að skuttla pókanum hérna fram á gang svo ég gleymi ekki að setja hann út í bíl. Svo er það Parísarpókin minn. Hér eru vettlingarnir hennar Guðlaugar. Og ég ætla rétt að vona að ég hef merkt inn hvar ég er stödd. Jú, ég gerði það hjúk af því að þeir bara hérna eru úr Navia Duo garninu að taka á sig mynd. Ég er þess að koma hérna framhjá þumalputtagatinu. Þetta er eitthvað sem er rifið upp. Ég nefnilega, þetta er eitthvað svona sem að ég get alveg hugsað mér að taka með mér í ferðalaga, eða sérst í þegar við erum búin að koma okkur fyrir á tjaldstæðinu að prjóna í. En þegar maður er að gera svona munsturprjón og ég er ekkert sérstaklega sleipi að nota spjaldtölvuna, að þá mér finnst einhvern veginn betra að nota bara pappírinn þegar ég er í munsturprjónu. Að ég hef alltaf verið svona með það í huga að finna mér svona, ég með þessi hefðbundnu segulspjöld sem að ég nota hérna heima, en mér langar í svona sem að er í eins og í möppu sem hægt er að loka og bara, þú veist, og svo opnar maður það og maður getur látið annars. Og hérna svo setti ein fyrirspurn þetta inn á Tjarnadísir hvar þetta er að finna og það var bent á storkin, en það er uppselt þar. Þannig að ég fæti ekki þar. En ég hugsa að núna þegar ég verð svona ein heima á kvöldin og ég verð, já, það var ekkert ólíklegt að þessir fái svolítið athygli og fara að drífa sig upp úr pókanum og verði tilbúnir fyrir hausti. Þetta eru vettlingar fyrir mig. Þetta eru mínir litir. Elska þetta munstur. Og verður bara æðislegt að eiga nýtt og fallegt par af vettlingum þegar hausti skellur á. Hér er svo tilvonandi bílaprjóns sokkapar sem ég ætla að prjóna eins og hitt settið. Þetta er hinir tveir litirnir úr konudagsblómavendinu mínum og þetta er hérna mondin. Þannig ég ætla bara að gera svona langa túpur, prjóna alveg, ég prjónaði hvernig einasta meter úr hérna hinni lotuna af þessu, þannig ég á engan afgang af því, en ég á slatta afgangi af þessu einlita. Og það get ég bara nota í hæla og allt í hverju sem er, eða í sjal eða bara hvað sem er. Þetta er í hérna fallegum póka frá Stephen and Penelope, Keep on Knitting Kitten. Og þetta verður næsta
næsta bílaprjón, en ég fitja oftast upp á því hérna inni þannig að það fer ekki út strax. Ekki eins ásakið. Svo sjalið, bríósjalið eftir hann Steven West, úr Baby Suri alpakka og frá Nora George Yarns í Englandi og úr norskri lambsull þetta gula sem frá henni Emily Björna í Arctic Knitting og svona kemur þetta til með að líta út. Nei, ég alveg að verða búin með þetta var sem sagt svona lita svona feit sett þannig að ég alveg að verða búin með ljósgulasta og þá tekur bara næstu litu við. Spurning hvort ekki bara fyrst hvort ég marlan eða blanda honum aðeins inn í fyrst að ég hef staldrað hérna við í þessu og byrja að blanda honum inn í. Þetta er mjög þægilegt núna, þetta er bara bríós fram og tilbaka og bara mjög þægilegt prjón. Ég þarf bara að fara að haska mig í að klára það. Mér er búin að langa svo rosalega lengi í þetta sjálf. Þetta er eitthvað svona svo simpel eða svona einfalt og samt juicy og cozy og stórt. Ég elska stór sjöl. Óbúti, nú húfusettin á krakkana, ekkert að frétta. Það er allavega búið með húfu númer 2 af 3, búið með 1 kraga af 3. Þetta er ekki ægissettið, þetta er ekki ægir. Þetta er frá Knillax. Ægir húfa og hálskjól. Höfundur Ella Magg, þetta er hérna Knillax prjónaðskrift. Svolítið svona, það er rosalega mikið skrifað í þeim og hérna, og svona fínu skrítið orðalag stundum, þannig að og af því það er svo mikið skrifað í einu þá þarf ég stundum út af bara mínum athyglisbresti að þá þarf ég að setja svona skil, þá nota ég bara alls konar marglitaða áherslupenna til þess að ég geti greint betur af hvað ég er að lesa og hvað ég þarf að vera að lesa. En nú fram að drífa sig því, nú sko sumagjöfin þeirra, ekki 2020 heldur 2019, þannig að amma skamm. Svo hef ég ekkert verið að stressa mig á þessu teppi af því að við erum ekki alveg að fara að kaupa húsbílinn á morgun, sko, það er aðeins lengri í hann. En ég er búin að vera að hugsa á mikið til teppsins. Þannig ég finn nú að fara að rífa það upp og þetta er margumtalað úr jurtalitu finnsk ull sem ég keypti í samyrkjubúi í Svíþjóð. Og þetta er teppið From Grandma with Love eftir Melanie Berg. Nota hvíta flóru í kantinn og til þess að svo að setja dúlurnar saman þegar því kemur. Ég held þessi með 6 liti af þessu jurtalitaða og ef að mér finnst það ekki nógu stórt að þá ætla ég bara að gera sett af dúllum úr hvítu flórunni. Ég sé það bara þegar ég ætla að strekkja svo hverja dúllu fyrir sig áður en ég prjóna þetta saman. Þá áttar maður sér betur á stærðinni. Þannig það er bara hérna í hægagangi. Hér er svo norðísterlí sem ég er að nota garnir frá einni úr aðvendudagatalinu síðan fyrra eins og en það er náttúrulega, þær dúllur endast ekki
í allt teppið eins og það á að verða þegar það er tilbúið, þannig að, en ég er allavega að nota það núna og síðan ég sýndi ykkur að síðast og þá hefur ekkert bæst við. Þannig að ég þarf bara að rifja upp hvernig ég húkkaði saman hérna teppinu og fara að vinna eitthvað í þessu. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Hvað manni fer að klæja þegar maður er að skoða þessar gömlu syndir. Það fara að hella sér í þetta. Nú fyrir ég að fara að gera það, krakka mínir. Ég ætla ekki að segja krakka mínir. Það er ekki krakkar. Kæru áhorfendur. Northeasterly by Shenanigans. Það er hérna bara. Bíður þess að teppa andinn komi. Og í þessum er næsta spring cleaning sjalið og það er með hespum úr dagatalinu hjá henni Kristínu í Vatnsnes. Þannig ég var ekkert svaka spennt fyrir uppskriftinni sem að fylgdi með. Þetta er bara full póki af yndislega fallegu gafni. Ég ætla ekki að setja það ofan í að því ég ætla að fara að vinda það upp. Er það klárt? Nú, það sem að datt pókan, ég veit, það er upp á pósthúsi eitt pakki til mín frá Kristínu í Vatnsnes. Ég ákvað að gefa mér garn í peysuna sem allir er að prjóna eftir Caitlin Hunter. Guð, hvað þetta er æðislegt. Þið vitið, hún er með rosa munsturbakk hérna, eiginlega með engum ermum, það kemur bara stroffum leið og búið að skilja að búk og ból, nei, ból og ermar. Og hún er mjög stutt, hún er cropped. Þannig að ég ætla að sýkka hana aðeins á búkinn og setja pínu ermar. Já, ég ætla að reyna að fiffa það. Ég sé að margir er að gera það sem er ekki að fíla þetta svona stutt. Rosalega pirraði mig að ég var nefnilega að lesa yfir peysulista minn og þar er önnur peysa eftir Caitlin Hunter sem ég ætla líka að gera. Og þá datt hitt nafnið út. En vonandi verði bara búið með það þá peysu að ég ætla að fitja upp á henni bara áður en ég sæki gafnið á pósthúsi liggur við, ég er svo spennt að byrja á henni. Þannig að hún var bara vonandi ready eftir verslunarmannahelgina. Nú það sem að datt í pókan var mjög skrítið að þessu sinni fyrir utan gafnið frá henni Kristínu. En það var svona kit til þess að gera mér svona blöndunarborð fyrir ullina. Það kom þessi rauði gaddadúkur. Það er að fara að vallega þess að ég kræki ekki peysunni. Svona gaddabusti. Og 2 prigg. Svo keypti ég bara brauðbretti. Þetta í bíkó smellpassaði undir og heftaði dúkinn á. Og setti svo svona grænt stopparaefni aftan á svo þetta sé ekki flegi ferð á borðinu. En hún Mína Philip, The Knitting Expat, er komin á kafi í spinneríið og langaði til þess að blanda saman sína ull til þess að fá ákveðna litasamsetningar út og þess að þar og var að skoða svona blöndunarborð tilbúin. En það var þetta stykki, brauðbretti, sem hleypti verðinu upp úr öllu eðlilegu valdi sem mjög fyndið sko. Og þannig að hún fann að það er hægt að kaupa bara dúkinn stakkan og hann er þá hugsaður til þess að endurnýja á gömlum borðum en auðvitað má setja hann bara á hvað sem er. Hún keypti sér bara kattabusta en þarf þá að busta á móti. Ég sérst get busta niður en hún þarf að fara upp af því að liggja bara þannig þræðinir í kattabustanum. Og svo notaði hún bara 2 gamla stóra prjóna en ég bara fór inn á þessa síðu sem hún benti á og þá var til þetta
svona pakki með mottunni sem aðalatriðið og busta og prikum og ég pantaði bara settið. Það var einfaldast fyrir mig og fór svo bara í Bíkó og keypti þennan, átti svo heftibyssur til þess að hefta þetta á. Og sko þetta meira en helmingi ódýrara með því að sleppa þessu stykki. Ótrúlegt. Og þetta semst notað og ég að leika mér með, ég á fullt af íslenskri ull frá Ístax og hérna ég með semst gulan og pínu af gráu í, ég veit ekki hvort það sést eitthvað. Og svo þegar maður búin að setja í borðið líka þá þetta svona, þá ég búin að undirbúa það svolítið þannig að ég get bara sest beint í hjólið og þarf að fara og get bara spunnið að beint. Ég þarf ekki að undirbúa, ég er búin að undirbúa ullina. Hérna var ég bara að blanda saman svona brúntóna ull og ljósgrári og hérna aftur gulur gæi bara með meira gráu. Ég er búin að vera að fikta eins við þetta. Ég er dauðlangur að fara að komast á hjólið mitt. Ég fer í það, nú ég alveg að vera búin að gera alla töskurnar fyrir sumarið og þá get ég gengið frá því sem að fylgir því öll saman og þá fæ ég aftur gott pláss til þess að spinna. Ég verð svo tætt ef ég að vasast í öllum hobbyjónum í einu sko, og bara plássi leyfir það ekkert heldur. Þannig að þetta það sem að í pókanum og garnið náttúrulega náið líklega ekki að sjá nema bara fullklárað. En töskurnar, ég ætla að bara rumpa af allri framleiðslunni og setja hana í uppfærslu á síðunni 1. júní en svo vantaði mig flísilín og þurfti að panta það að utan og svo vantaði mig merkin mín og þurfti að panta það frá Kanada. Þannig að það tæðist bara, þannig að það verður önnur uppfærsla núna bara vonandi á næstu dögum. Ég að klára síðustu töskurnar og svo var ég að fá send þrenn í efni sem ég ekki búin að sníða og ég veit ekki hvort ég á rennilása í þá en það allavega rennilásar á leiðinni þannig að ég undirbýða bara alveg þannig að það verður ready og síðan verður bara ekkert meira nýtt sett í búðina fyrr en að garngöngunni lokið og þegar líður að garngöngu þá tek ég allt úr vefsíðinni og tek með mér á garngönguna ásamt einhverju nýju sem að fer ekki inn á síðuna fyrr en eftir garngönguna eða verður ennþá eða klárast ekki. Ég mikið spurði kindapókana, þeir eru bara búnir alveg og ég hef reynt, mitt prinsip að vera ekki með, 51 póka. Svona hámarkið hjá mér eru 10 en eins og með kindapókana þeir eru það brjálæðislega vinsælir og 1 liturinn af flamingo tegundinni og þeir eru eitthvað ríflega 10 en það verða bara ekki fleiri. Við erum of fá til þess að vera öll með, finnst mér, og bara fyrir mig að vera að sauma alltaf sama munstri aftur og aftur. Þetta verður að vera gaman líka. Þetta er hobby en ekki vinna. Þannig að þetta þarf að vera skemmtilegt. Og þannig að ég sýndi ykkur örugglega í síðasta þætti fór ég yfir allt sem var og að fara í búðina. Það er engin ný munstur að detta inn nema þegar ég verð búin að sníða úr þessum þrennum og hérna fyrsta, þetta er svona bíla og landakort og kisur. Það alltaf rosa vinsælt, alls konar svona kisutöskur og svo bílanúmeraplötur. Og ég hef verið að leika mér að því að setja neðan á töskurnar
svona vass og svona, já, vass og hérna óhreinenda, fráhrindandi efni. Þetta hérna. Til þess að því það eru margir alltaf að þú veist, að ég átti ekki eitthvað með dökkum botni svo það var ekki skítugt eða situr á gólfinu í bílnum eða hvað sem er á veitingastæði eða hvað. Þannig að ég að prófa að gera þetta og hingað til hefur fólki líka vel. Ég með þetta í nokkrum litum, vel það bara svona í stíl við hvert og eitt. Svo hendi ég aldrei gölluðum rennilásum, heldur nýti þá frekar sem handfang. Maður er alltaf að reyna að passa sig að vera ekki að sóa neinu. Og svo gerði ég nefnilega með einni efnispöntunni, þá fékk ég fullt af svona sýnishornum, litlum bútum sem að ég gat lítið gert við annað en að gera svona litlar og hrikalega krútlegar. Af því að, þú veist, ég hafði ekkert við þessi sýnishorn að gera bara ónotuð upp í hérna hillu. Sjá. Svona svo þið áttu ykkur á stærðinni. Hérna svona klassískt málband. Það passa, þannig að þetta er svona frábært undir smá hlutina og kostar bara skíðu og ingenting. Og ég er með það þannig núna í vefsíðunni að póstberagjaldið er bara, ég hækkaði bara Ókupons töskurnar og þá er bara póstberagjaldið inn í hverri tösku. Það var bara lang einfaldast. Af því að það einhvern veginn klikkaði stundum að það reiknaðist ekki inn og svona vesen. Þannig að ég ákvað bara að reyna líka að einfalda verðin á þessu öllu og hafa þetta þannig að ég man hvað hlutinni kostaði hann inni. Nú, þannig að þá er ég bara búin að fara yfir allt handavinnu tengt. Eins og ég segi, ég er að fara í frí fram yfir verslunarhelgi. Ég hef líka verið spurð hvort ég sé hætt að fara í fjallið og svoleiðis og nei og aldeilis ekki. Ég er bara hætt að hérna, ég er ekki lengur með opinbert markmið, þannig að ég er ekkert að bá svona því hvers sem ég fer að gera eitthvað en ég fer minna í fjallið en á móti kemur að ég hjóla miklu meira sem að mér finnst miklu skemmtilegra. Mér finnst rosalega gaman að fara í fjallið þegar það er gott veður og svoleiðis en öllu jafna finnst mér skemmtilegast að hjóla og ég er að reyna að hjóla að minnsta kosti 10 kílómetra svona 4 sinnum í viku, ekki minna. Þá er ég fúl. Ég myndi vilja geta farið alla daga en suma daga er ég bara ekki í standi til þess. Og maður gerir bara það sem maður getur. Þannig að já, ég eiginlega man ekki hvað ég er búin að gera síðustu 2 vikurnar. Það er búin að bara, það er hægt að vera svo mikið chill og eitthvað en það fór eitthvað lítið fyrir því. Jú, ég fór á náttúrulega Æðisland Tjarnadísa prjóna hittingun daginn og það var ótrúlega vel mætt með og hvað var geðveikislega gott veður og bara geggjaða hittaskvísurnar. Linda skelltum okkur saman og ég veit að það er hittingur núna á sunnudaginn í gamla kaffihúsinu í Breiðholtinu og þar verður, ég get ekki sagt eitthvað neitt það að því að ég er að taka þetta upp á síman og allar upplýsingarnar eru inn á síðunni þar en það kemur kona sem er að handlita gagn og verður með það þar til sölu og verður með posa og allar greiður. Þannig að ég ætla að sjá hvort ég komist. Það veldur á því hvort að maður minn kemur heim og eðitúr á laugardagskvöldið og ef það er ógeðslega mikill frágangur og fiski eftir þegar hann kemur þá þarf ég að fara í það en vonandi taka bræður hans hann í gegn og kenna honum þetta allt saman því ég venjulega sé það en nú er ég ekki að fara með honum þannig að ég tók það loforð að bræðurum hans að kenna honum þetta. Það verður eitthvað. En já, eins og ég segi, stefnan er að sjá okkur hérna aftur eftir verslunarhelgina. Ef að mér leiðist ógeðslega einn daginn, þá er aldrei að vita nema hérna poppi eitthvað upp og ég kíki á ykkur fyrir en áætlað var.
En annars þá bara þakka ég kærlega fyrir í dag og óska ykkur góðs og gleðilegs sumars og handavinnu vikna og við sjáumst bara hress og kát næst. Takk fyrir og bless bless.